Stefnt að því að hefja byggingu á einkaspítala og heilsuhóteli á næsta ári og starfsemin á að hefjast 2012. Spítalinn verður svo eini í heiminu sem sérhæfir sig í mjaðmaskipta og hnjáliða aðgerðum og sjúklingarnir munu eingöngu koma frá útlöndum og telja þeir sem standa að spítalanum að þessi starfsemi geti skilað alltaf 10.000 ferðamönnum hingað til lands á ári hverju og upp undir 10 milljörðum í gjaldeyristekjur. Gunnar Ármannsson framkvæmdastjóri Primacares fyrirtækisins sem stendur á bakvið byggingu spítalans og hann sestur hjá Jóhannu. Velkomin Gunnar. Takk fyrir. Þeir risavaxið verkefni sem þið hjá Primacare það að fara út í hvers vegna að byggja svona sérhæfðan hér á landi? Ástæðan svo Jóhanna að við höfum hér á Íslandi mjög marga þætti sem að við getum nýtt okkur. Við höfum lent í miklum mótbyr núna síðustu mánuðina og við þurfum að finna hvað við getum gert til þess að hjálpa sjálfum okkur. Hvað eru styrkleikarnir okkar? Við þurfum að horfa inn í sjálf okkur og átta okkur á því hvað það sem er til staðar hér á Íslandi og hefur kannski alltaf verið það. Og ef við skoðum það, þá það heilbrigðiskerfið. Við eigum frábært heilbrigðisstarfsfólk, vel menntað heilbrigðisstarfsfólk sem búið að fara til útlanda og sækja sér menntun sína, búið að sækja menntun sína í háskólana hér á Íslandi. Og hvað eigum meira? Við eigum landið okkar, við eigum náttúru auðlindirnar okkar og þetta getum við nýtt og búið til eitthvað saman. Og það það sem við ætlum að gera. Við ætlum í raun og veru að bjóða upp á þessar aðgerðir hér á Íslandi. Við ætlum að byggja þennan spítala út frá grænum gildum, hugsa náttúrun okkar, hvernig við erum að tengja þetta allt saman og þessi tegund aðgerða, mjaðmaskipta aðgerðir og hnjáliðaskipta aðgerðir, þetta sú tegund í raun og veru heilbrigðisþjónustu sem hvað mest eftirspurn verður eftir á næstu árum og áratugum. Og spárnar eru þannig að innan ekki mjög margra ára að þá jafnvel ekki hægt að anna eftirspurninni. Ástæðan fyrir þessu Jóhanna þessar. Þetta eru lífsstílssjúkdómar. Fólk farið að fitna mikið, það eru sykursýki sem að hrjá okkur, síðan eru fann að lifa lengur og við viljum geta notið þeirra lífsgæða sem að hægt að njóta. Og þetta eru sjálfu sér ekkert sérlega flóknar aðgerðir, en þetta eru samt aðgerðir sem þarf að gera inn á spítölum. Og það þetta sem við erum að horfa á. Við ætlum að horfa á þennan gríðarlega stóra markað, við ætlum að horfa á það hvað við höfum hér á Íslandi upp á að bjóða. Þetta ætlum við að tengja saman og byggja þennan spítala hér og reyna síðan að fá til okkar fólk alls staðar úr heiminum og kannski fyrst og fremst frá Bandaríkjunum og Evrópu. Hvað átt að vera stór spítali? Og hvað sjáðu þið fram að gera margar aðgerðir á ári? Þetta í sjálfu sér verður ekkert óskaplega stór spítali, hann verður að stærð svona svipaður og barnaspítali hringsins. Við erum að tala 65-75 rúm. Við erum að tala að við ætlum að gera svona kringum 3.000 aðgerðir á ári, 3.000-3.500 aðgerðir á ári. Nú það þýðir það að við erum að fá hinga sjúklinga inn á þennan spítala sem eru þetta margir. Nú með þessum sjúklingum að þá koma yfirleitt alltaf einhverjir úr fjölskyldunni. Við erum að tala að það kemur kannski einn með hverjum eða tveir. Þannig að við erum kannski að horfa fram á það að fá til landsins 10.000 ferðamenn á hverju einasta ári til þess að koma í þessar aðgerðir. Og ef við tökum þetta aðeins lengra, að þessi tegund ferðamennsku, að hún að skila það byrjum þrefalt meiri gjaldeyristekjum eða tekjum eftir hvern ferðamann heldur venjulegan ferðamann. Þannig þetta þá svo að fá til landsins allt upp undir 30.000 ferðamenn. Og hvað sjáu þið svo þetta getur skapað mörg störf þá? Það kannski ekki alveg gott að segja en til skamstíma liti þá að tala um að það þarf að byggja þarna þennan spítala. Það þarf að byggja hótel og við ætlum að byggja rannsóknarmiðstöð líka sem að tengist þessu, þar sem að verður möguleiki á því að vera með hugsanlega göngudeildarstarfsemi sem að getur þá styrkt þetta konsept ef út í það farið. Þannig að það hægt að horfa fram á það að þarna getum við búið til áfangastað fyrir þessa útlendingar að koma hingað og þá þarf að reka þetta hótel. Nú það alls konar önnur þjónusta sem að þessir aðilar koma til með að sækjast í. Það þarf afþreyingu fyrir það fjölskyldumeðlimina og svo framvegis. Þannig að þetta getur skapað ansi mörg störf til viðbótar. Og bygging spítalans hún á að vera í höndum Íslendinga eða hvað? Já, við erum með samstarfsaðila, erlenda samstarfsaðila og einn þeirra sænska verktakafyrirtæki Skanska sem með starfsemi sína allan heim og hefur komið að byggingu spítala og flugvalla og allt sem hægt að byggja. Þeir í raun og veru munu hjálpa okkur að búa til þessi módel sem við ætlum að gera hérna og síðan munum við fá íslenska verktaka til þess að byggja í raun og veru þennan spítala og nota þá íslenskt vinnuafl. En það sem Skanska kemur með að borðinu, það sérfræðiþekkingin á því að byggja svona spítala og þeir eru fremstir í heiminum að byggja með umhverfisvænum hætti. Þar sem þeir taka tillit til náttúrunnar á þann hátt sem að undir. Þannig að við getum byggt spítalan í raun og veru þannig að við umgöngumst náttúru auðlindina og náttúruna eins góðan hátt að hægt En Gunnar, það verður ekki komist í að því að spyrja hans út í þetta einkaspítali. Og við leggjum mjög mikið upp úr því hérna á Íslandi að eiga heilbrigðiskerfi sem að allir hafi jafnan aðgangað.
Nú, Íslendingar munu geta, þrátt fyrir að þið náttúrulega, hvað ég segja, þið einbyttið ykkur mest að útlendingum og markaðssetja þetta þar, en þá munu Íslendingar geta keypt sér þessa þjónustu á fullu verði þegar spítali verður upprisin hér. Erum við ekki með þessu að stíga sko, stórt skref í raunverulega grundvallar breytingu á kerfinu í dag, þar sem að þessir sem að eru efnameiri geta borgað sér fram fyrir röðina? Nei, í raun og veru ekki. Sko, það eru nokkri þættir sem að tengja þessu. Í fyrsta lagi það nú þannig núna að þessi vilja, þeir geta farið úr landinu og keypt þjónustu sem þeir vilja annar staðar í krafti öðus. Þannig að það ekkert sem breytist í sjálfu sig hvað það varðar. En við erum að skapa svo stöðu hér á landi. Já, ef við horfum aðeins á þetta lengra, ef við skoðum aðstæðurnar hér á Íslandi, hvað varðar þessa tegundir aðgerða, að þá erum við að horfa á það að það eru engin nýjir sérfræðingar að koma í þessar stöður sem eru að framkvæma þessar aðgerðir. Hvers vegna ekki? Þetta eru tiltölulega þungar aðgerðir og þeir sem eru núna að velja sér sérgreinar, til dæmis bæklunarlækningar, að þeir velja sér frekar einhverja sérgreinar þar sem þeir geta haft meira frelsi og til dæmis unnið þá á sínum eigin stofum og þurfa þá ekki í raun og veru að vinna endilega bara inn á spítalanum. Þannig að þess vegna staðan svo að yngri sérfræðingar eru ekki að velja þessar tegundi læknisfræði og þarna ætlum við að koma og gefa í raun og veru nýja möguleika fyrir unga íslenska lækna að velja sér sérgrein og þá myndu þeir hugsanlega koma til okkar og starfa hjá okkur eða þá fara inn í íslenska heilbrigðiskerfið. Þannig að við erum í raun og veru að styrkja íslenska heilbrigðiskerfið með þessu. Innan kannski 10-15 ára ef ekkert verður aðgerð, að þá verða engir íslenskir læknar til þess að framkvæma þessar aðgerðir hér á Íslandi og þá munu allir sjúklingar sem þurfa á þessari tegund aðgerð að halda að fara til útlanda. Er þetta þessi sýn sem blasir við í þessum gera hér á landi? Ekki bara hér á landi heldur nánast alla veröld vegna þess að eftirspurnin eftir þessum aðgerðum, hún svo gríðarleg og þetta sama vandamál nánast alls staðar í heiminum. Þannig að við erum að bregðast við því. Þannig að áhyggjur það að til að mynda að þið munu taka allt besta starfsfólkið í raunverulega af íslensku sjúklingum sem þurfa að leita sinnar aðstoðar inn úr opinberu spítölunum, þær eru óþarfar. Við ætlum að búa til starfsfólk sem í raun og veru kemur þá til viðbótar fyrir það sem annars hefði verið hérna. Hvaða viðbrögð hafið þið fengið frá yfirvöldum? Við fengið afskaplega góð viðbrögð frá yfirvöldum. Við erum búin að kynna þetta núna á síðustu dögum fyrir eins mörgum og við höfum náð til. Við erum búin að kynna þetta fyrir landlækni, við höfum verið að kynna þetta fyrir spítalastjórnendum hér í kringum okkur. Við höfum verið að kynna þetta inn í læknasamfélaginu. Nú, við reyndum að ná tali ráðherra í síðustu viku en hann hefur upptekið við annað eins og kannski þjóðin veit og hefur verið að sinna öðrum hlutum. Þannig að við vonandi náum í hann núna eftir helgina. En það getur ekkert komið í veg fyrir það að þetta ná fram að ganga eða hvað? Í íslenskum lögum eða það að þið séð að byggja en engarspíla, það fyrir ekki leyfi frá ráðherra til að mynda, það er bara landlæknir. Í raun og veru það þannig að þessu var breytt árið 2007 að hver sem getur opna spítala, það sem þarf að gera það að það þarf að fullnægja öllum gæðakröfum og það er landlæknir sem hefur eftirlit með því og ef að þessir gæðastaðlar þeir eru uppfylltir, að þá í raun og veru hægt að opna spítala. Og það sem við komum til með að gera er það að þessi spítali hann verður vottaður af erlendum aðilum frá degi 1. Þannig að það verður sennilega ekki vandamála að fá landlækni til þess að samþykkja það. Og þetta mun í raun og veru geta aðstoðað aðra starfsemi hér á Íslandi vegna þess að þetta mun setja standardinn í raun og veru hærra og það sem við sjáum fyrir okkur það er að geta komist í samstarf við íslenska lækna hér á Íslandi og styrkt í raun og veru þeirra stöðu. Við höfum til dæmis verið að ræða við læknana í Orkuhúsinu og erum í viðræðum við þá einhvers konar samstarf, þannig að við getum í raun og veru þá styrt þeirra aðstöðu og þeir geta styrt okkar aðstöðu. En þetta Prima Care fyrirtæki sem stendur á bakvið byggingu þessa spítala, þetta er íslenskt fyrirtæki og það eru Íslendingar sem eru að fjárfesta í þessu? Þetta er íslenskt fyrirtæki sem stofnað hér á Íslandi og af Íslendingum. Þetta eru Íslendingar sem að vilja finna eitthvað til þess að gera hérna, til þess að hjálpa til við að koma hjólum atvinnulífsins að stað. Þeir sem eru að fjárfesta í okkur núna og við erum bara nýbyrjuð í raun og veru að leita til þeirra, þetta eru einstaklingar sem eru þannig hugsandi að þeir vilja gera eitthvað til þess að hjálpa okkur, eitthvað til þess að sýna það hvað við getum og þeir hafa trú á þessari hugmynd. Þarna erum við að nota íslenskt hugvit, íslenska þekkingu, blanda því saman við íslenska náttúru og búa til úr því eitthvað fyrir okkur til þess að vinna við núna í nánustu framtíð og síðan til lengri framtíðar. Gunnar, þegar þið verið í samstarfi við bandarískt fyrirtæki sem heitir Sibumi og þetta fyrirtæki hefur verið að leita raunverulega að, hvað ég að segja, fyrirmyndaríki allan heim sem að getur orðið svona fyrirmyndaríki fyrir heiminn í vistvænni nýtingu á náttúruauðlindum. Þetta er bara örstutt núna í lokin lýsaði fyrir okkur þegar við fórum og töluðum við hann framkvæmdastjóra þessa fyrirtækis í dag, lýsta hans fyrir okkur þessari hugsun.
á baku þetta samstarf? Já, við komumst í sambandi þetta fyrirtæki í gegnum fjárfestingarstofu og Þórður Hilmarsson sem þar var okkur innan handar með það. Fjárfestingarstofu sem er á vegum utanríkisráðuneytisins. Já, og skrifstofan þeirra í New York að þeir í raun og veru þekkja til þessa fyrirtæki svo komum okkur í sambandi þá og þá við okkur. Og þetta fyrirtæki, þeir í raun og veru sinna sínum verkefnum alltaf með það leiðarljósi að leysa þau með eins umhverfisvænum hætti og undir. Og þeir eru bara í business, en þeir eru að hugsa hvernig geta það gert það þannig að við getum skila jörðin okkar betri heldur en áður. Það er raun og veru leiðarljósi þeirra, við þurfum að umgangast jörðin okkar á þann hátt að við nýtum hana, en að við gerum þá eins vistvænan hátt og undir. Og þeir völdu ykkur fyrirtæki, og þetta verkefni sem svona... Þeir gerðu það og Ísland. Og Ísland. Við skulum heyra núna viðtalið við Gary Bull sem ég tók í dag sem framkvæmdastjóri þessa fyrirtækis. Can we take renewable energy, build things with green consciousness, take that renewable energy and make things with it or add things for society or help the environment? Can we do it in a safe way where the government and the people are working together? That's the kind of the vision. And is it possible? We didn't know. So we started to look around and go to different countries around the world and see, is this concept even possible? And we found that everyone liked the idea, but the possibility of executing it was almost impossible everywhere we went. Some countries are too big, some countries are too corrupt, or there was too violent. Some countries just didn't have the education or the base to be able to even think about something like this. We also thought that maybe the size of the country would be important. If it was too big, it would be too bureaucratic, and it would take too long. The goal is to try to do this within the next 25 years, so you need to move pretty fast and have a lot of things fall in place in a timely manner. So the size of the country started to get smaller. Certain things were removed because of the safety issues or education or so on. And then we started thinking, we want this to be defined, and one way to define it is geographically. So if it was an island to itself, its own entity, it doesn't get lost within the middle of Africa or the middle of Europe or the middle of Southeast Asia. It has its own identity. It can be really seen as something that's just separate from everything else. So we began to define the model even more. And Iceland became something that we became interested in looking at during that process. So once we kind of realized this was a place we'd like to come and explore this concept, because everything we were talking about are things that this society is already doing or built infrastructure around or has tremendous amount of skill with. So we were very happy about that, and the reception was very warm. But they asked us, well, these are great concepts, but I mean, how do you do it? And we said, but before you keep on, you found Iceland. Yes. You think Iceland could become this model society in every way for the world. Yeah. But why is your company, what you gain from it, why is your company in this mission? Well, we're not a charity, we're a business. So we see that this is where kind of business and society come together. So the way to implement this is through building projects and companies within that country that reflect and tie together this overall ideal. So part of our mission is based on pure economics, but we believe the mission and the vision raises the economic value of everything we're talking about. So how does this project and your vision come together then, if you explain that? Absolutely. So we actually looked at a few things, and when we saw Primacare, we thought this is a great place to start. The reason why is, first of all, it's based on medicine, which is about education and a kind of a high level of service. It's tangible, it's real, it's something that you can kind of understand. It's not like we're talking about technology we have to develop or a wind farm that doesn't exist. This is something very simple. But then we layer onto it, bringing in the renewable energy concepts and the green construction and partners that can do that with us. So we begin to, and here in Iceland, that might not be that unusual, but to the rest of the world, that's very unusual. We begin to build around this project relevance. So people in Europe or Southeast Asia or Japan or the United States can go, oh, there's a hospital that's run by renewable energy? That's very novel. Just to give an example, in the United States, there's a hospital in the West Coast that's being built now, or just almost finished, and they want to build a renewable energy hospital. They use solar. And they had to spend almost $200 million to make that solar array possible to feed the hospital. So Iceland, you just
plug in the system and you're already in the geothermal system, and it's a great advantage. Okay, but this is just a single project. Yes. Are you going to take part in more projects in Iceland? That we are talking about that, yes, yes. But then Icelanders are today, after this big fall and everything, they're very skeptical of foreigners coming into the country. Yes. They think maybe that foreigners are trying to exploit the country, being so vulnerable as it is today. Yes. How do you answer that? First of all, I don't blame them for feeling that way, and they were exploited. So that's good. They should be skeptical. But what we're talking about here is not coming in as a foreign company. Our model is building Icelandic companies for Iceland. You know, so Primacare is an Icelandic company. It's not my U.S. company coming in and taking advantage of what you have here. We are rallying support from the international community, but it should be Icelandic in nature, in ownership, in founding, and it should be sparked by the Icelandic community. So that's a little different. We're not here to take, we're here to build with cooperation. If it doesn't come from within the country, it won't be real, and it won't sustain. And it will never become that pillar or that point of light for the world to see, because it will be just a bunch of foreign companies with their own agendas. So that's part of our model, is to keep it just like Primacare.